Fyrir 2 árum síðan, þá út af fyrir sig, fékk ég þær upplýsingar að ég væri ekkert með þannig sjúkdóm sem ég taldi mig hafa verið með, þetta hvítblæði, heldur einhverja aðra tegund af blóðkrabbameini sem með það skemmtilega nafn Waldenströms makroglobulinemia. Tók mér nokkra vikur að læra þetta. Af tvennu illu þá kannski þessi sjúkdómur heldur skárri heldur hvítblæði, en hann þó ólæknandi og hefur alls konar aukaverkanir, getur haft með sér alls konar aukaverkanir. Ég hef verið frekar lánsamur og ég náttúrulega fékk ágætan bata og það góðan bata það sást ekkert á mér að ég hefði verið að fara í gegnum krabbameinslyfjameðferð. Mér fannst óþarfi að vera að ræða þetta meðan að þetta var í þessari stöðu, þannig að mér fannst bara ekki þörf á því. En svo aftur á móti þegar að hún veikist og það er svona, maður sér í hvað stefndi, að þá hefði ég að minnsta kosti viljað geta rætt þessa hluti betur við hana sjálfa, mögulega með aðstoð fagaðila. Ég náttúrulega búinn að vera þarna báða megin og hef reynt þetta á eiginskynni að vera sjúklingur og síðan að vera aðstandandi. Og fyrir mína parta fannst mér erfiðar að vera aðstandandi heldur en að vera sjúklingurinn. Af því mér finnst ég ekkert vera sjúklingur, heldur bara fullfrísk manneskja sem fær sjúkdóm sem þarf að bregðast við honum þegar á þarf að halda. Ég var raunverulega búinn að sætta mig við það að mögulega myndi ég ekki hafa þetta af. Mér fannst sú tilhugsun ekkert sérlega erfið, mér fannst miklu erfiðara að hugsa þá sem kannski næst manni standa. Ekki það að maður sé eitthvað ómissandi en bara maður veit hvernig það maður vill ekki missa ástvini sína. Ég hef hugsað þetta þannig að þegar að mögulega kemur að þessu að maður veikist svo mikið að maður hafi það ekki af, þá dregur smátt og smátt af manni og þetta einhvern veginn fjara bara út. Þannig að fyrir einstaklingin sem er í þessari stöðu, ég held að það sé ekkert neitt óskaplegt. En fyrir aðstandandan sem maður fylgist með þá þetta skelfilegt. Af því að þú ert að missa ástvinin frá þér smátt og smátt, þannig að verða að deyja frá þér í litlum bútum. Einstaklingurinn sem var þarna, hann breytist og það sem hann gat eða getur, það breytist líka. Þannig að þú sér manneskjuna hverfa smátt og smátt og það alveg óheyrilega erfitt. Og að vera ekki með neitt til þess að ræða þá hluti við líka mjög erfitt. Mér fannst eins og ég hefði hálfpartinn þá verið að svíkja maka minn með því að fara að tala þetta ástand sem var í gangi. Vegna þess að síðan kom svo staða upp að héldu við að hún myndi hafa þetta af. Og þá kannski hélt maður að þörfin væri ekki endilega fyrir hendi. Síðan þegar við fengum það fréttir seinna að þetta væri ólæknandi, að þá var svolítið eins og hann afneitaði því að þetta væri ólæknandi og vildi þess vegna ekki tala þetta. Og ef að hún hefði komist að því að ég væri farin að tala þetta við einhverja aðra, þá fannst mér ég vera að svíkja hana. En sko mögulega hefði ég átt að fara þá bara til fagaðila og bara láta hann ekki vita af því. Ég hugsa að það hefði verið skynsamlegt. Og eftir á að hyggja þá hugsa ég myndi hafa gert það. Mér finnst ég hafa fengið svona meira sjálfstraust og veit betur hvað í vændum með því að hafa lesið mig vel til. En svo veit ég auðvitað ekkert hvernig sko framhaldið verður hjá mér. Ég veit ekkert alveg hvað tekur við hjá mér. Ég auðvitað vonast eftir því að þegar ég fer í gegnum næstu meðferð þá fá ég aftur langt tímabil þar sem að ég verð sjúkdómsfrýr. Ég hugsa mjög mikið dauðann. Ég hef gert það í dálítið langan tíma. En það ekki af því ég óttast hann, heldur bara af því ég hef lifað með þennan sjúkdóm. Þegar að kona mín var lasin, þá hljóp ég maraþonhlaup í London að vori. Daginn eftir að þá fór ég einn í stóran garð í London, satt þar allan daginn og gekk og ímyndaði mér að hann væri dáinn. Og var að reyna að upplifa það hvernig ég teldi mig bregðast við og hvernig líðanin væri. Mér fannst eins og alveg ósegjanlega gott að geta síðan hringt í hana kvöldið
og tala við hana. Síðan þegar að hún var dáin, daginn eftir, þá hugsaði ég mikið þennan dag í garðinum. Að nú var ég komin í þessar aðstæður og nú gæti ég ekki hringt. Og ég held að þessi æfing mín í garðinum, hún hafi hjálpað mér. Ég ekkert að velta því fyrir mér hvenar og hvort ég muni mögulega deyja úr þessum sjúkdómi eða einhverjum öðrum, því ég get dáið í flugslysi eða lent í bílslysi eins og allir aðrir, eða fengi eitthvað allt annað og það geti drepið mann, eða þá að ég var bara fjörgamall kall og drepst úr elli. Ég veit ekkert um það.